Árið 1936 flytja ung hjón til Kópavogshrepp sem þá var að byrja að byggjast upp. Þau fengu upprunalega 12 hektara nýbýlalands í Fossvoginum, þar á meðal voru 2 hektarar í því landi sem nú er kallað Lundur. Þetta voru þau hjónin Þórður og Helga í Sæbóli. Þórður eignaðist land á horni Kópavogsbrautar og Urðarbrautar með landaskiptum við Hermann Jónasson, fyrrverandi forsætisráðherra, að áeggjan Finnboga Rúts. Fyrsti vísir af fótboltavelli í Kópavogi var árið 1941 þar sem hersetulið Englendinga sléttu úr svæði rétt norðan við Nesti í Fossvoginum og gerðu fótboltavöll sem krakkar úr Fossvoginum í Kópavogi nýttu sér óspart til fótboltaiðkunar. Völlurinn í Fossvog, þegar Bretinn fór, það var ágætisvöllur. Hver kom sá völlur, munið það? Þeir byggu til Bretlandir í stríðinu. Það var Bretinn var það. Já, það hefur verið svona í kringum 42. Já. Svo hirtu við völlinn, en svo bara eitthvað til að hafa Reykjavíkur megin við. Það var hefði ekki okkur. KFUM-an. Hvernig gerðist það að Reykjavík allt í einu birtist það? Landamærkin voru færð og lækurinn látið ráða landamærkin, Kópavogs, Fossvogslækur. En það er landamærkjasteinn miklu norðar. Þannig að Kópavogur misti helling landanna. En það hefur sennilega verið sett þarna við landin vegna þess að Hermann Jónasson, hann byrjaði að planta skóg, það sem skógurinn er, Hermannsskóg. Já, það var ég veit að hérna Fossvogslækurinn, hann var ekki þarna alveg á sama stað hann er núna í Hósinn, Ekki í Hósinn, nei. Hann var hérna. Hann lá norðar, Já, eins og rétt fyrir neðan bakaríið hans Ingimars. Ingimars, sem var ábreytabakari og Ingimars keypti Ingimars kex. Jú, þar var völlur sem herinn hafi gert og hann var auðvitað sennilega nokkuð á fullri stærð. Og það var hljómsveit ábyggilega mikið að unglingar og Kópavogi fóru þangað. Þannig að það verið mikið stærri en þessu völlur? Já, hún er stærri. Þetta var KFUM hafði sem sagt eitthvað ekki eignarhald kannski, en það hafði notanda rétt á honum. Þegar landamæradeilum lauk með því að Reykjavík eignaði sér land þar sem að hersetuliðið hafði byggt sinn völl, þá fór KFUM að falast eftir landsvæðinu þar sem völlurinn stóð. Ekki er vita hvort séra Friðrik Friðriksson, stofnandi Vals, ætlaði sig með völlinn, nema þá að stofna þar kannski systurfélagi í anda Valsmanna. Hann sagði mér hérna Yngvi Guðmundsson að þegar hann var unglingur, þá notuðu þeir völlinn þar mikið, þarna niður við Nesti og það er talsvert áður heldur en að Breiðablík stofnað. Hann var að tala svona 47–48 og þá tóku þeir upp samskipti við félag sem var verið að stofna þarna á Grímsstaðaholtinu sem seinna var Þróttur sem stofnaði undir 48. En það er þeirra samskipti hefjast áður en að Þróttur formulega stofnaði og þá fóru þau til skiptis aðra helgina löpuðu þeir úr Kópavoginum og úteftir. Þegar þetta var orðið ljóst, þá fóru krakkarnir í Kópavogshreppi að leita svæði sem var nógu slétt og nógu stórt fyrir fótboltaiðkun. Svo er þessi völlur hérna Ásbrautina? Já. Hann byggum við til með því bara við fundum þarna blett sem var nokkuð einhægt út í völl. Það vísu svolítið brettgöðurum í. Þannig tókum stærri steinan og grófum það niður og svo allir með hrífur og þetta var ágætisvöllur, hann dugði. Nokkur fótboltafélög voru stofnuð á þessum tíma. Það var eitthvað í því einhvern tíma.
En já, hann var náttúrulega líka í þessu félagi sem við vorum búin að stofna sem var eiginlega undan fyrir Brjáns. Já, Fálka. Fálkar. Já, hann Fálkafélag. Þá var nú farið í það að við vorum nokkur margir hérna sem að gátum pínlítið sparkað og góður bekkjarfélagi minni Reynir Jónsson bjó á neðstu tröðinni og við vorum að hittast og sparka út á vellinum fyrir á milli Hávegar og Digranesvegar þar sem að skólinn var svo síðan reistur og þar stofnuðu við knattspyrnufélag sem að hét Spyrnir. Svo gerist það í Kópavogshreppi að framfarafélagið Kópavogur var stofnað 1948 og hafði á stefnuskrá sinni endurbætur á ýmsum málum, svo sem menningu, menntun, samgöngur, síma, póstsamskiptum, vatnsveitu og jarðrækt. En framfarafélagið hafði allt með byggingu Kópavogsskóla að gera og átti þar að rísa einnig íþróttasvæði fyrir Kópavogshrepp. Ekkert var úr áformum framfarafélagsins á þeim tíma, en við verðum að átta okkur á því að Kópavogshreppur var ekki burðugur hreppur fyrst þess að byrja með, ekkert vatn, lítið vegi, rafmagn á skornum skammti og fyrst sinn þurftu foreldrar að senda börnin í skóla til Reykjavíkur eða til Seltjarnarneshrepps. Á áramótunum 1949 til 1950 komu nágrannarnir og vinirnir Guðmundur Guðmundsson og Gestur Guðmundsson saman og settust á stein þann sem síðan hefur verið kenndur við Breiðablik. Við skulum heyra hvað Gestur segir stofnfundinn. Við sátum á þessum steini þegar hugmyndin kom upp að stofna ungmennafélag hér í Kópavogi. Og við vorum hér, Guðmundur Guðmundsson, hérna nágranni mín, við vorum hér saman einn eftirmiddag og sátum á þessum steini og vorum að ræða saman svona daginn og veginn. Og þá kom það einhvern veginn upp í hugan hjá mér að ég sagði við Guðmundur ég ekki að stofna ungmennafélag Guðmundur. Og hann tók vel í það strax og upp úr því fórum við að vinna að stofnun félagsins. Og það var stofnað eitthvað svona hálfu mánuði eftir að þessi hugmynd kom upp hérna á þessum steini. Það var síðan árið 1950 eða 12. febrúar sem haldinn var stofnfundur Ungmennafélags Kópavogshrepps. Stofnfundurinn var haldinn í barnaskólanum í Kópavogshreppi sem þá var nýbyggður. Mikill hasar var nokkrum dögum á undan hver ætti að verða formaður fyrir Ungmennafélagið. Það var sko uppistandur, deilur gest og endaði náttúrulega með því að Grím Norton var fyrsti formaður. Já, ok. Því að það var ekki samkvæmlega á milli gests og Guðmundar hverju það verið formaður. En svo man ég því svo var að hasar í þessum málum og þá kom hann hérna Axel Jónsson. Já. Á tímabili og hérna Sjallamálinn og hann sætta menn. Alls voru 29 stofnendur á Breiðablik. Og svo róaðist það nú eftir sérstaklega eftir að Siggi Grétar var orðinn formaður. Þá lagaðist þetta. Á fundi sunnudaginn 2. apríl 1950 rætt nafn á félagið og uppástungur voru nokkrar. Við skulum lesa upp úr fundagerðarbókinni. Nokkuð mörg nöfn komu fram og eftir fyrstu atkvæðagreiðslu nöfnin virtist nafnið Breiðablik hafa mest fylgi á fundinum og við loka atkvæðagreiðslu var nafni valið með 11 samhljóða atkvæðum. Þú hefur verið einn af stofnendum? Já, það er. Hvernig? Þetta voru svona óformlegt sko. Fyrst voru menn skrifaði bara innarnir á Kópavogsbraut, þannig að fyrir neðan hjá Gvendi málara. Og ég gæti gera þá. Svo veturinn, þá voru bara fundir, herrlega málfundir og svona. Á fyrsta árinu það bjartsýnin sem ræður ríkjum, fjöldamörg mál ber á góma, samþykktir gerðar og nefndir kostnar. Engum verður mönnum tíðrætt íþróttamál og húsnæðismál. Var þetta bara málfundafélag, bara fyrst þess að byrja með það? Já, nei. Það var verið að hoppa og sparka og gera eitthvað svona á þessum sparkvöllum sem þá voru í bænum. Þetta voru nú ekki merkilegi bleðlar. Þetta voru svona
vellir og sem þau höfðu nú verið að tíunda svona ynga á langan veg. Og síðan voru þetta ferðalög. Það var verið að fara í rútuferðir, svona vítt og breitt. Þórsmörk, já, Þingvöll. Það var bara ferðalög að fara til Þingvalla þessum tíma. Fyrstu skipulögðu æfingarnar hjá Breiðablik voru í frjálsum íþróttum og handbolta kvenna. Var það í fótboltum? Það var í frjálsum íþróttum ekki meira, sko. Það er meira á túnunum hérna. Það var erfitt vik, sko, á þeim tíma að vera með fótbolta bara vegna mannfæðar. Þetta voru kannski 7-8 strákar að það sem voru eitthvað að fulla, sko. Endaði þú í frjálsum út af því, eða? Ég með, já. Þegar það náðist ekki lið í öðrum flokki. Ég Gumma Þórðar. Hann fór hins vegar í KR á þessu sumarstöðu, en ég fór í Frjálsar. Og það voru erfið skilyrði að viðka þær hér, en maður lítið segja það. En þið voru samt hérna á þessum stað? Við vorum hérna til að byrja með, já. Undir handleiðslu Harðar Ingólfssonar sem var mikill íþróttafrömmur hér í bæ, bæði í handbolta og í frjálsum. Íþróttakennari við barnaskólann. Og við æfðum fyrst hérna, en síðan fórum við eftir því svona þegar menn fóru í Ketek, fórum við að sækja æfingar bara með Melavöll. Svo fengum við, það var svona útbúið fyrir okkur svæði þarna upp á Digranestúnunni. Einhvers staðar allavega myndi ekki heita Það var rétt á Heiðarhjallinn eða það, sko, það var túnið frá Jóni Heiði. Já, eitthvað, Dýrafjarðarstúninu. Það lítur að vera svolítið halli. Já, það var svolítið halli. Þann 12. apríl 1951 senda þeir Magnús Óskarsson og Gestur Guðmundsson bréf til hreppsnefndar fyrir hönd Breiðabliks. Þar fara þær fram á að hreppsnefnd bendi á og styrki fjárhagslega íþróttasvæði fyrir félagið, bráðabirgða eða framtíðarsvæði. Í sama bréfi kemur líka fram að ungmennafélagið sér ekki nein ráð eins og sakir standa að halda úti íþróttastarfsemi á sumri komandi vegna skorts á viðunandi svæði og þrátt fyrir mikinn áhuga íþróttamanna innan félagsins. Það var síðan 4 vikum seinna sem hreppsnefnd kemur saman að Marbakkabraut og tóku fyrir erindi Breiðabliks og aðstöðu til íþróttaiðkunar. Á fundinum var samþykkt að stofna 3 manna nefnd til að athuga með svæði fyrir íþróttir og skrúðgarða. Í þessari 3 manna nefnd var Þorsteinn Einarsson formaður en hann ásamt Gísla Halldórsssyni formanni ISÍ fundu út að hentugasta og framtíðarsvæði Kópavogshrepps væri sunnan Kópavogslækjar og efst við rætur hálsins.